Herra Sigfús, nú erum við komnir í settið. Já, Við erum bara að byrja að gera það sem að, okkur dreymdum að gera. já, Já, það var ekki óræða mig, jú, þetta, ég var svona veltað fyrir mér að þetta er leið sem við gætum farið. já, þú komst með það. Já, þannig að hér eru við, komnir í settið og við ætlum að fara yfir víðan völl í dag. Þetta er fyrsta skiptið sem við komum saman og við erum bara rétt að byrja. Mjög spennandi. Segðu mér, þegar við fórum á stað, þá áttu við ekki vona mörgum. Nei, Þetta er í tölunum sem þú hélst að myndi mæta. já, Þú segja okkur frá því. ég man þegar ég var að keyra niður á Austurvöll með sviðið á kerrun aftan í bíl og sendandi hana Ingu Jónu eftir litlu ljóðkerfi í Mosfellsbæ. Vegna þess að ég var svona með töluna 50 í hugana. Já. Ég væri mjög ánæður yfir næði því. Já. Já, ég man eftir því þegar ég hafði samband við þig mitt og hérna, við fórum að græja fánana. Alveg rétt. Ég fór og í hýta kom við heima og fór að mála og festa fánana, svaka stemming. Ég hefði svo miklu trú á þessu og ég er svo stoltur að sína íslenska fánan. Já, Við fengum aldeilis skammir fyrir það. ég Við varum að eigna okkur fánan. ekki frá almenning heldur. Þing heim og þing manni. Það er nefnilega málið. Það Það var mikil umræða og hérna, það var ekkert hirst í þeim aðila eftir að við Nei, ekki múk. ekki múk. En við fengum aldeilis stóran hóp til þess að mæta þá. Já, ég maður ekki 1200 manns. Það hefur verið að tala um 1200 manns. Já. Þú varst með reyndar svolítið séður sko. Því að þú sagðir við verðum að vera, ef við að koma margir og verðum við að passa upp á það að sé næg öryggisgæsla á staðnum. Já, en það reyndi á það og Það reyndi aldrei sá það. og hérna og þetta hefur eiginlega verið snúist alls konar mál sem að þetta hefur eiginlega bara komið upp í hendunar á okkur. Hvað er þetta annar? Já, Það málefni sem að við byrjuðum á að ræða, já, það er málefni hælisleitenda og þetta sem að landamærin, hvernig þau eru opin. galopin. Við lokkar svo koma þess inn á, þú sagði mér aðeins frá því hérna varðandi söfnunum sem þú byrjaðir á. Já. Sem er búin að vera í gangi núna nýlega. Já, við settum að stað söfnur svona til þess Já. að stræma því sem við Já. gera. Manni langaði svona að reyna að kosta þessa hluti svolítið á annan hátt heldur en eigin vasa Já. og við séum að fæða þetta og klæða, þannig að ég setti að stöð söfnun á meðal hópsins þvert á flokka, þessa stórkostlegu grúpu og sú söfnun fór svona frekar hægt á stað en jók svo kraftinn og hefur gengið ágætlega. Já. Svo langar mig að segja frá því að sko svo virtist sem einhverjum liði illa yfir þessum styrkveitingum hópsins því að ég var reporteraður hjá sýslumanni fyrir það að vera með ólöglega styrksöfnun og Það er ekki annað. það er ekkert annað. Maður sýslumaður hringdi og var svo sem ekki neitt hann var ekkert að hafa einhver ljót orðið að slíkt, hann var bara að segja að ég þyrfti að gera þetta og hitt og annað slíkt og sem ég fór svo sem í að reyna en ég hef nú ekki ennþá getað sætt hann núna frá, þetta byrjaði þessi krafa þeirra byrjaði 7. ágúst og mér það er ekki heimilt að hafa þess að söfnum fyrir að þeir eru sáttir en við getum ekki hlustað og við opinbera endalaust, sérstaklega ekki ef að ég fer að spyrja með því skildi Ísland-Palestína sæta þessum kröfum, skildi Sema Erla sæta þessum kröfum, skildu aðrir hópar sæta þessum kröfum. Svo ég spurði bara sýslumann, heyrðu, hvað með hina hópana? Geturðu sagt mér hvort að þeir eru að þurfa að gera sömu hluti? Já. Hún gat nú ekki almennilega svara því að mátti ekki og þá sagði ég, hvar getið farið og kynnt mér það? Já, góð spurning. Þú getur það ekki? Nei. Þú byrjuðu hvað Þetta er ekki, sko þetta eru bara einhverjar lokaðar upplýsingar í sýslumanni og henni er ekki heimilt að vita með þær upplýsingar. Nei. Svo ég held að ég verði að byrja á því á morgun Já. að óska eftir opinberlega hvaða hópar eru það sem að eru í styrkveitingum sem að hafa tilkynnt þær. Því leið og ég fæ þær upplýsingar, þá veit ég hverju þurfa ekki að tilkynna. Já, ok. Þetta er nefnilega alveg ótrúlegt.
En þetta ekki smá vinna að eltast við þetta kerfi. Já. Það bara að reyta að stoppa í öllum hótt. Já, við höfum aldeilis orðið varið við það. Hvernig reynt að, já, þetta bara algjör mismunur. Setja fyrir okkur fótinn í hverju einasta skrefi. Algjörlega. Og það sem kemur manni mest á óvart sko að þetta eru opinberir aðilar sem hafa valdið til þess að gera það. Og þeir hika ekki við það. Það formið fjölmiðla og ýmislegt annað. Ég hef rætt þetta og en við veitum ekki að eyða tímanum svo í þetta, því að þetta eitthvað sem við vissum alveg að gera. Við erum sjóðaðir í þessu. Já, en við ætlum að fara þess í mál sem að alveg, sem að bara í raun svo sjokkerandi að við ætlum að kynna þetta fyrir fólki. Það eru myndbönd sem ganga á samfélagsmiðlum og segja hvernig á að koma til Íslands og hvernig á að gera þetta. Já. Ég held að sé bara best að við byrjum á fyrsta myndbandinu sem við ætlum að skoða og kíkjum á það og svo spjöllum við aðeins eftir það. Endilega. Horfum aðeins á það. Jæja, Sigfús. Já. Þetta sérstakt. Já. Þetta bara hvernig á að sækjum í háskólana og háskólasamfélagið nú þegar byrjað á fullu að gera þetta og maður velti fyrir sér svo sannarlega því að það bara staðreynd að ef að Íslendingur hann ekki að fá sömu meðferð og þessir einstaklingar. Nei, ég er sama menntun bakvið. Ég heyrði daginn að menn sem eru að læra pípulagnir, að koma erlendir aðilar og þeir eru með einhvers konar próf sem að verið að keyra í gegn og þeir fara í gegnum meistaraskóla bara 1, 2 og 3 og eru orðnir pípulagninga meistarar á meðan íslenskir og meðan íslenskir aðilar þurfa að fara í gegnum iðnnámi hér og alla þá leið. Að þetta bara sem að menna að vera að ræða og þetta engin tilbúningur eða neitt en þetta svolítið sjokkerandi finnst þér ekki að háskólasamfélagið það bara og hvernig á sækjum vinnuna og útlendingastofnun og allt svona. Sko mér finnst einhvern veginn eins og háskólasamfélagið og bara þessir iðngreina skólar séu eiginlega komni langt á undan bara þessu þjóðfélagi okkar í því að gera eins mikið með þetta fólk sem vil koma hérna til landsins og njóta alls sem það hefur að bjóða. Já. Að það einhvern veginn bakkað miklu meira upp heldur nokkuð tímann Íslendingur. Já. Og nýtur allt annara úrræða. Já. En það sér það á svona myndbandi að það bara myndband sem að geysar TikTok og allstaðar í þeirra löndum sem að bara segir, drífið ykkur til Íslands maður. Já. Það bara
ókeypis háskólar og Já, þeir það segja, meira minna frítt og já, þeir segja einmitt sko, forget about UK for now, já, move to Iceland with family for free. Here is not how, veist, og segja hvernig á að gera það. Og þú gefur koma líkar og athugasemdir hvernig á að gera þetta. En að við erum að, sko, allt svona, sko, þegar maður sér svona myndband, þá manni mjög brugðið. Ég held það bara, sko, ég ekki með TikTok í símanum mínum, ég ekki með Snapchat og ekki TikTok, þannig að þetta fyrir algjörlega fram hjá mér. En þegar maður fær svona sent og það verið að sýna manni þetta, þá þetta alveg svakalegt. Já, þetta náttúrulega bara, sko, þetta eitthvað sem dettur bara fram mér, ef þetta skrolla á TikTok og þá dettur þetta bara inn, þá getur ímyndaðir í þeim heimalöndum þar sem keyrt á þetta. Já, milljónir manna. Já, milljón. Já, þetta nefnilega alveg ótrúlegt og svo þarna aðeila sem að útskýra, það fleiri myndbönd, við ætlum kannski ekki að fara alveg yfir þau öll, en það sem þau segja bara með link á YouTube hvernig það gert og það aðeila sem að safna bara áskrifendum og þetta orðin ákveðinu business og það bara þannig. Já, já. Þannig að það stýrist bara, sko, manni finnst þetta alveg sláandi, sko. Þetta bara streymi sem algjörlega stjórnlaust. Já, sko, ég held nefnilega að þetta sé akkurat rétta orðið. Þetta bara svo stjórnlaust. Það ekkert eftirlit. Það enga kröfur. Það bara, komið til mín og ég skal sjá ykkur. Og ef það ekki sagt, þá einhver erlendis sem segir, farðu þangað og þeir sjá þig. Já, gerðu þetta svona. Gerðu þetta svona. Og þeir eru algjörlega búin að spotta, þú veist, að gera nákvæmlega hvernig að gera þetta. Alla veikur hliðarnar, það allar á hreinu. Allt saman. Við höfum enga stjórn. Nei. Við höfum ekkert eftirlit. Við höfum engan sem að segir, þetta ekki svona, þetta á að vera svona. Þegar þú ert komin inn í þetta, þá ferðu bara á flauelsteppi. Áfram inn í háskólan og þú sér það nú, það stoppaður einhver ísraelsku fyrirlesari fyrir það að fara að ræða einhver mál og hann stoppaður af og þá sagt við rektor háskólans, heyrðu, hvað finnst þér þetta? Já, og næstu í hana. Það ekki náðst í hana fyrir í dag og þá segir hún, já, þau kannski aðeins að kíkja á þetta. Já. Þetta náttúrulega sko, þetta það sem við tölum og talað allan heim og það þessi vókismi sem að gjörsamlega búin að æða hér fram. Ef þú vilt sjá vókisma, ef þú vilt sjá öfga vinstri, farðu í háskóla. Það ekki flókið. Það alveg rétt. Við, ef þú kemur hans inn á punkt sem að þetta stjórnleysi, þegar við vorum að tala og það þegar þú fer af stað með mótmælin og fegst alveg gríðarlega mikil viðbrögð. Það eru landamæri. Við höfum sagt loka landamærunum. Loka fyrir streymi á hælisleitendum. Og allar þessar fjölskyldu sameiningar og alls konar þessar pælingar sem að stjórnmálamenn núna fara í kringum einhvern veginn og búa til enn meiri möguleika. Sko, hvernig líst þér á stöðuna með þetta núna? Skelfilega. Við erum með utanríkisráðherra sem virðist vera einarður í því að auka við fjölskyldusameiningar. Mér var send í dag, þetta nú svolítið merkilegt, mér var send í dag hver væru starfs markmið utanríkisráðherra. Og ég gat ekki fundið helminginn af því sem hún að gera í dag í hans starfsmarkmið. Hún komið svo langt út fyrir sitt hlutverk. Já, hún og tilfinningi mín bara svo, ef við tölum örstuð pólitík sem ég ætlaði eiginlega ekki að gera, þá bara, Kristrún Frostadóttir, hún bara skítrædd við hermálaráðherrann og Inga Sæland sem að kemur nú inn sem kona fólksins. Já. Hún bara horfin, henni var ýtt til hliðar Algjörlega. Og hún hefur engu komið í gegn nema því einu sem að eykur verðbólgu. Það eina sem hún getur komið í gegn að það lyftir að lítið verðbólgu og það litla sem hún var að kroppa sig af daginn að breyta viðmiði vegna húsnæðisbóta hjá öryrkjum að
þetta voru alveg heil 0,86% sem að þetta hækkaði og það var látið eins og þetta væri bara 20% og fólk fagnaði vegna þess að það þekkir ekki tölunar að baki. Heldur að kannski aðeins annar mál. Já, en ok, sko, það bara staðurinn. Pólitík hluti af þessum iðnaði. Já, og því sem við erum að gera. Við erum að förum á stað og það verður bara viðurkennast, Sigfús, við erum alveg búin að fá fyrirspurnir og bara hvert framhaldið? Já. Af því að það alltaf fleiri og fleiri einstaklingar þvert á flokka sem stíga fram og segja bara, hvað eigum við að gera? Hvað getum við gert? Já. Og þá velti ég fyrir mér, hvað getum við gert? Sko, mér er svolítið gott þú kemur inn á þetta þvert á flokka vegna þess að hugmyndið þegar ég sit í stólinn hjá mér á sunnudagsmorgni og búin að fá nóg að því að skrifa á mína eigin Facebook síðu og fá svona misjafnar undirtektir alltaf sömu aðilarnir sem að tóku þátt og einhvern veginn að vera þá þreyttur af því og ég segi, kannski ég ná einhverjum í hóp og þetta var opið síða og hérna ég hef svona, hvað markmið svona síðu og hvert ætti maður að gera og ok, hvað nafnið og til þess að fá allir inn þá kannski eðlilegt að hún sé ekki flokksbundin, sé ekki hægri vinstri í miðju fram og tilbaka. Þannig að ég svona ok, Ísland þvert á flokka varð undir og þá kemur bara að því hvað ætla ég að gera og þá koma þessi markmiðu. Við ætlum að loka landamærunum. Við ætlum að stoppa fjölskyldusameiningar. Nú í framhaldi af því hafa komið önnur markmið sem að sko með komubúðir, brottfarabúðir, með glæpamenn. Við höfum ekkert minni áhuga á því að koma glæpamönnum á landi heldur en hælisleitendum sem hafa enga rétt hér á að vera. Við höfum það frekar en það nokkuð. En það virðist vera svo að þessi búið að hleypa þeim hingað í ekki tugatali heldur en 100 eða 1000-tali. Og enginn fylgist með. Ef að lögreglan fylgjast með því, þá fer hún afskaplega leynt með það og passar vel upp á að láta sem svo sé ekki. Við sjáum einmitt, sko, það hefur aukist mjög að það kemur tilkynning frá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu þar sem við erum að leita að einstaklingum og þessar uppákomu með alltaf þess að vasaþjófa eða hvað sem við köllum, sko, sem að æða hér og auðvitað en það lítast, sko, samfélagi orðið alveg gríðarlega að mínum að þetta eitrað. Það orðið, sko, þetta orðið svo rosalega vond þróun. Sko, það svo gott þú segir þetta vegna þess að ég verð svo var við það hvað fólk farið að sjá aftur á bak. Ef þú skoðar hvað fólk að setja á neti þá að setja mynd af fortíðinni. Muniði hvað þetta var æðislegt. Muniði hvað þetta var frábært. Og maður fyrir að hugsa býta, hvað í gangi? Já, ekkert af þessu gert í dag. Nei. Þetta allt orðið einhvern veginn svona skeri. Já, góðan vin af því, já, gott þú segir það, já, góðan vin sem að býr í Reykjanesbæ og nú var einmitt fréttin var með frétt stöðuna í Reykjanesbæ sem að reynt að hunsa og plata og segja sig ekki rétt. En hann segir til dæmis það ekki faraldi á þriðjudögum í Bónus og það bara að fara í strætisvagn, hann sendir ekki börnin, foreldrar farnir að sameinast að skuttlast bara saman með hópa, við jafnvel nokkra ferðir eða kannski 10 krakkar að koma á æfingu, þá bara keyrir mamman eða pappin, þannig að því stærri bíll og því fleiri, því auðveldar að vera þetta, en sko maður fór að hugsa og þegar ég sagði að nei, þetta nú alltaf orðið svona, þetta svona, það má bara ekki tala það hefur verið að skemma treiðsögnuna, það hefur verið að ganga á eignir fólks, stela reiðhjólum, augrandi við stúlkur sem að koma á æfingu og annað og ég hef sem enn bara, sko, sagði við hann, sko, en þetta svona? Það ljótt að búa til eitthvað svona á fólk. Ég segi, já, það það nefnilega. En staðan orðin svona. Það gott að minnast á þetta því að hjá fréttinni í dag bara sérstaklega grein þetta, nákvæmlega það sem þú segir. Já. Og þar nú gert svo lítið úr því, þar sem að þessar áhyggjur foreldrarna voru birtar, að lögmaður lögreglustjórans,
hann segir að þetta sé bara vitleysa. Já. Og hann gerir ekki minna en það að hann tekur bara orð sé með Erlu upp og segir bara hvað að ykkur sko. Já. Hér ekki neitt það. Nei. Hvert eru við komin? Þetta svakalega. Þetta bara þá mér hugsað til stöðunar, þetta var nákvæmlega sama og var sagt sko, kannski eftir einhverju mánuði kemur sami fulltrúi sýslumanns til mig að segja, jú, vissulega staðan svona. Já, á sínu tíma þegar að taxihöndiri fór á stað og tala stöðuna við Leifsstöð, þá var hann, sko, hann var handtekinn. Nákvæmlega. Og ekki einu sinni, hann var tekinn, bara Reykjavíkurflugvelli var hann líka tekinn. Þannig að maður að velta fyrir sér, sko, svo núna loksins farið að hlusta á hann. Og í raun taka mark á hann. Já, það búið að kosta það að maður búin að missa vinnuna, það búið hóta honum og ýmislegt. Þetta nú aldeilis að vera... Hann nú orðin bara frekar tæpur. Hún bara líður ekki vel. Nei, en hann sagði bara, ég verð að gera þetta. Við verðum að tala þetta og það í raunin svo þegar við förum á Stasibús á svo fjölda manns og fjölda frábæri fólki sem hefur verið með okkur í þessu að, sko, okkur ekki sama. Nei. Og við erum búin að taka á okkur sko þvílíka skelli og það er nú bara viðurkennast sko. Það alls konar símtöl og skilaboð og handarhefingar og... Já, en sko þegar að upp staðið þá alveg ofboðslegu fjöldin úti af fólki sem að styðja okkur og sammála. Ég vil eiginlega segja sko, fyrst þetta byrjaði þá áttaði fólk sig kannski ekki alveg á þessu nema það hrúaðist fólk inn í grúppuna sjálfa og endanum var ég að loka henni vegna No Border og Antifa fólk sem var að reyna að æsa upp og búa til falsfréttir að inni, þannig að við lokuðum nú grúppinni og það svona, það tók smá stund að reynsa út úr henni þá sem það átti ekki að vera, það búið að reynsa 300 manns út úr grúppinni sem átti ekki að heima, sem voru bara í einhverjum öðrum meldingum, en það segir mér mest að sko, náttúrulega komu flestir að inn fyrst, en það að koma í þessa grúpu og það alveg, þó að við hendum út, þá að koma 70, 80, 100 manns oft á viku. Já. Og það segir mér og sér í lagi hefur það bara aðeins, það verður haldist mjög jafnt eftir að hún svona komst í 5.000, þá hefur bara trekst inn svona 70-100 manns á viku. Og gríðlega þáttakafólk. Hvað eru margir komnir núna? 6.400. Já. Já. Þetta já. Það eru þeir sem þora að fara inn. Það er bara þeir sem þora. Já, það er bara bólið. Það hefur ég einmitt... Sko, við mig segja hundruður manna. Já. Ég væri þarna ef. Já, það er nefnilega akkurat máli. Ég hef heyrt menn segja, sko, og ég fengi skilabóð bara frá einstaklingum sem eru í opinberu störfum. Ég vil ekki fara nánar út í það. Þeir segja bara, ég svo sammálaður og ég svo sammála ykkur. En ef ég segði eitthvað þetta, þá ég bara rekinn. Já. Einfaldlega tekin út af sakramentin. Ég veit verktaka sem að vinna fyrir Reykjavíkurborg sem að vera sérstakt apparat í apparatinu. Að allir þessir verktakar koma máli mig sem ég þekki að eru að vinna fyrir Reykjavíkurborg, eru með samninga við Reykjavík og annars líkt og þeir segja bara, ég get ekki tekið þátt en Guð hvað ég sammálaður. En ef ég gera það þá vissi ég vinna. Hvað þýðir þetta? Þetta þetta vald sem að ég hef komið inn á þetta í upphafi sem að stjórnmálamenn nota og það svakalegt. Já, en þetta ekki, sko, þetta ofríki. Já, þetta bara ofbeldi. Þetta ofbeldi? Já, þetta ofríki og með ofbeldislegum hætti. Já. Nú þetta svo djúpir það sem komin í háskóla sem. Nei, þetta á öfugan máta. Já, öfugan máta, já. En mér langar svo til þess að við tökum næsta myndband. Já. Og það myndband sem ég ætla að sýna þú ert ekki búin að sjá það, þannig að ég ætla að fara í myndband sem að, ég ætla ekki að segja neitt meira, skulum aðeins kíkja á það. Ok, spenntur. Og já, horfum á það. Ok.
Jæja, Sigfús, Já, þarna kemur ýmislegt í ljós. Þetta er mér brá þegar ég sá þið er ekki létt sjokkeraður en ég er sjokkeraður. Já, mér brá alveg svakalega þegar hann segir þetta now it's your responsibility to spread Islam in Iceland og það eru 800 komment og margir sem að hvetja hann til þess að fara alla leiðir til þess að fara í þetta og hérna svo er sagt þarna inni thank you also do please we need to take over the West quickly so we can live happy life like people in Afghanistan, Syria, Iraq, Yemen, Libya, Somalia og svo framvegis. Svo já, þetta. Ég þarf bara að leggja frá mig bókir þetta aðeins og verða þessu fyrir mig því að Ég þarf eiginlega ekki að, sko, bara heyri þetta er bara, ok, vilji Íslam er að allar þjóðir verði eins. Ríki undan sömu lögum sem eru náttúrulega, ég blæs á alla sem tala það að það sé bara hluti íslamstrúar sem að aðhyllist sharia-lög. Ég segi það er bara hluti sem er svona frekar frjálslyndir íslamstrúar menn. Stæðsti hlutin af þeim er stramtrúar. Það sést best á því, hlust á þetta, hlust á því lesa kommentin sem eru undir þessu og leggja þetta sama við það sem að maður er að heyra að það er ekki bara þeir sem að fyrstir koma, heldur er second generation miklu sterkari, heldur en þeir sem komu fyrst, þeir eru miklu trúari. Þrátt fyrir þeir lifi í Evrópu, þá þarf ekki annað en eitt smell á fingur og þá eru þeir búin að breyta sko. Við sjáum einmitt líka að þeir sem hafa komið hérna og ég hitti einmitt mann sem búin að vera hérna í 25 ár, hann er frá Palestínu, tala fína íslensku og ég fór hans að spyrja hann út í hvort að hann væri með fólkinu hérna sem er frá Palestínu. Hann sagði, nei, ég er ekki þarna. Ég byrjaði bara strax að vinna, sagði hann, lærði íslenskuna þannig, hann vinnur sjálfstætt, alltaf gert það, bifvélavirki, frábær, einstaklingur, einhver öfgalengi læti, ég hef aldrei fengið stuðning frá ríkinu, ég geta gert það, en aldrei þannig ég liði eitthvað á kerfinu, sagði hann. Ég hef bara vunnið sjálfstætt og unnið og bara tekið þátt í samfélaginu. Það er mesta gensta sem ég hef fengið. En við erum aftur að horfa upp á það. Þessar leiðir sem er verið að bjóða upp á með myndböndum og þarna sjáum við einstaklingi sem er komin orðin íslensku ríkisborgari og þú ættir nú aldrei þess að þekkja að þú er eigin upplifun hversu langan tíma þetta tekur að verða ríkisborgari. Þetta er búið að breytast rosalega. Ég er nú hræddur það. Þú segir okkur frá því aðeins? Já, kona mín er frá Rúmeníu og við fórum nú svona út í það þegar að heimilt var að fara að sækja ríkisborgararétt fyrir landi. Henni finnst hún bara að vera Íslendingur og hún vill lifa á Íslandi og hvergi annar staðar og annars slíkt og hefur alladí fallið vel hér inn og allt þetta. En það kom hún aldeilis upp því að hún hafði keyrt einhverjum 12 kilometrum og rætt á einhverju vegi þar sem hún skildi ekki alveg hraða merkingar og hérna leiddi því að vera tekið fyrir hraðanastur. Og við þetta frestaðist nú hennar ríkisborgararéttur í 4 ár, sama hvað sem mikið við börðumst, þá var ekki við neitt að tala. 4 yes sirree. Já, þetta er rosalegt sko. Þess vegna velti ég fyrir mér sko, hvað er það sem, það er búið að ræða þetta, það mínum að þetta er þetta svona eins og svona stjórnmálamenn og þeir noti þetta sem svona ekki svona sem einhvers konar bitlinga, heldur að gefa brauð sko, þeir eru einhvern veginn að gorta sig af þessu líka. Já, bæði ríkisborgararéttur sem veittur á Alþingi
hann náttúrulega alls ekki að vera veittur af Alþingi. Nei, Því að þetta eru bara einhverjar svona gjafir þar sem fólk pikka handahófs kennt út úr hópnum það er það sem ég á. og gerur svo vel. Mhm. En svo kemur Útlendingastofnun með sinn hóp og það sem að mér finnst svo merkilegt er að það sat hjá mér frægur maður daginn og hann var að segja mér hvernig það var þegar hann fekk ríkisborgararétt, hann með 2. ríkisfang, í landi sem að hans kona býr í. Og ég veit ekki hvort hann glaður ef ég segði frá sér, en hann svo sem kannski skiptir ekki öllu máli og þarf ekki endilega. Nei. En hann sagði við mig, þegar ég satt og tók við vegabréfinu, þá var bara sagt við mig, ef þú svo mikið sem hóstar í þessu landi, þá var meint að ef hann gerði eitthvað af sér, þá tökum við þetta aftur af þér. Mhm. Hér eru þessi pakkaðinni gjafaðum búðir og það er sama hversu mikið þú brýtur af þér, þú heldur þessum ríkisborgararétti. Því að lagasafn Íslands er handónýtt. Þetta er alveg. Dómarar geta ekki dæmt eftir þessu lögum. Ef ég má nota það eitthvað slettu og tala vók í háskólanum, þá voru lögin jafn vók hér á Íslandi. Þau taka ekki á því að geta dæmt menn. Þú getur maximum dæmt mann kannski fyrir eitthvað svona þokkalega alvarleg brot í 2,5 árs fangelsi. Hvað þýðir það? Tökum það aðeins, bara örstutt. Að vera dæmdur í 2 til 2,5 árs fangelsi þýðir það að þú ferð ekki í fangelsi. Fyrir utan það að þú ferð ekki í fangelsi, þau eru full og það er bara orðið núna og 2 ára dómur, hann er ekki í fangelsi. Þú farið eitthvað armband, þokkalega fallegt og getur farið í sund og alles á fótinn á þér og eftir stuttan tíma ertu bara frjáls. Já, að vera á öklunum eins og sagt. Þú getur hafa brotið vandlega að þú sér að 2,5 árs dómur hjá mörgum. Hann er fyrir mjög alvarleg brot. Við sjáum líka að að erlendir afbrotamenn eru í fangelsum, það aukist alveg gríðarlega. Og nú var lögregla sem maður sá einhverja glittu þegar þeir sendu, voru ekki Albanar sem? Fjóðu stykki. Já, þannig að maður hugsa með sig, jú, kannski er eitthvað að opnast. En maður nú velti fyrir sér svona ýmislegt, en förum að sí hérna. Má ég aðeins taka þessa Albana upp sem voru sendir í burtu? Já, hvað það? Þetta eru menn sem að voru í því líkri dópframleiðslu að lögreglunar mati að var mjög alvarlegt og einn daginn voru þeir bara horfnir landibrott þegar maður vísaði brott. Þeir voru ekki dæmdir fyrst og vísað svo á brott. Mjög undarlegt. Af hverju var þeir ekki bara dæmdir? Af hverju höfum við ekki bara dómstól sem tekur svona menn fyrir og segir þið bara eru dæmdir í 5 ár en þið farið úr landinu? Ef þeir koma ekki aftur þá er bara sér dómi tekinu. Ef þeir koma ekki aftur, nota bene, ef þeir koma ekki aftur, þeir geta komið ekki aftur. Það er ekkert mál. Þeir koma bara í gegnum þessi galopnu landamæri. Númer 2, þeir fengu 5 ára endurkomubann. Af hverju fengu þeir ekki eilíðar endurkomubann? Já, það er nefnilega mál. Hver er ástæðan fyrir því að þeir ættu að koma hingað? Þetta er 5 ára, þetta eru gæt. Ég veit það. Þetta er nefnilega, þetta er með ólíkindum. Hvernig er tekið á þessu? Og svo einmitt við erum búin að fara yfir það og fundum hjá okkur þegar við erum í þessu samstöðu og mótmælendafundum. Það er þú veist, þegar fráfarandi sýslumaður tók á þessum málum. Maður sá að einhver glæta aðstoðar. Já, alveg. Vararíkissaksóknari. Þessi menn voru bara teknir út af sakarmyndinu algjörlega og reynda að eyðileggja æru þeirra og feril og annað. En þetta er menn sem voru að segja nákvæmlega það sem við erum til dæmis að tala mikið í dag. Sema Erla kærði vararíkissaksóknara, þannig byrjar þetta. Já. Ekki fyrsta skipti sem hún er til vandræða hér. Nei, hún er mjög sérstök kona. Enginn í þessu saksóknaraembætti var maður. Dómsmálaráðherra fyrrverandi, hún var kona, en hún var samt ekki kona til að taka meira á þessu máli, hún gerði það bara ekki. En hún lauk ekki málinu og skildi það eftir. Já, það er það sorglega við. Síðan kemur núverandi dómsmálaráðherra og er ekki sterkari svo gagnvart saksóknaraembættinu en hún lætur eftir að mínu mati. Vegna þess að hún tók sér ærlegan tíma í að meta þetta mál. En þetta mál er eitt stórt tap fyrir Ísland. Já, það er náttúrulega, þetta er búið vera, þessi framkoma er,
hún ótrúleg. Það bara skelfilegt. Maður áttar sig ekki á því og líka þessi hvernig framkoman hefur verið á einstaklingi. Almenningur. Hótanirnar sem hann fekk. Jesús, góði stundur. Og svo líka annað dæmi að 2 ára hótanir. Já, það nefnilega máli. Danslaust. Já, og þetta einstaklingu sem að þarf alveg gríðarlega gæslu núna í fangelsi. Og maður heyrir hræðilega sögur sem bara staðrind. Já, það 4 menn á vakt. Já. Hann 1 á gangi. Já. Getur ímyndaðir þegar það farið inn til hans, þá menn klæddir algallaðir. Já. Því hann við ekki að fara í það. Við ætlum ekki að fara út í það. En þetta eina sem ég vil segja, þessi maður, hann með ríkisborgari. Lögin takk ekki á þessu. Nei, hugsaði, hann heldur þessu. Heldur þessu. Og hann verður hér, þannig að hann búinn að hann verður okkur til vandræða til æviloka þessi maður. Já. Klárlega. Það vil enginn taka á þessu. Þetta ekkert flókið. Nei, ef stjórnvöld myndu taka á því þannig að þegar menn brjóta svona á því sem þeir að gera, að þeir bara að tekin af ríkisborgarréttinn, hann sendur bara þangað sem hann var. Vá, þetta svo einfalt. Já, þetta bara þannig. Þetta svo einfalt. Ef það einhver vilji, fyrir mér var ekki vilji fyrir ríkisstjórn, hvað sem hver kennir hverjum. En nú erum við með nýja ríkisstjórn sem að starfaði í 7 mánuði og fór svo í frí og að koma núna 9. september tilbaka. Þau eru búin að henda upp einhverju frumvörpum, þau ná bara frá fingurnögl í því sem þurfa ná. Já, það sorglega við það. Svo erum við bara því miður handónýta stjórnaraðstöðu og bara ekki neitt. Við erum margótt búin að reyna að hafa samband við þá og við viljum ekkert nefna, en það einstaklingar sem tala digurbarkalega svona við okkur, en þegar við bjóðum að koma og stíga fram, þá erum við fljótir að láta ekki ná í sig. Ég búin að senda nokkrum þeirra sem ég hefði haldið að myndu vilja gera eitthvað. Nákvæmlega. Sko, það eins og að tala við vegg, það kemur ekkert. Nei. Þetta nefnilega, sko, og það einmitt gott að fólk sem að horfa á okkur og að átti sig á því að við hvað að fást. Já, það bara þannig. Það eru einstaklingar úti sem að það hefur einstaklingar, þeir hafa kosið þessar einstaklingar inn á þing og það bara ekkert að frétta. Sko, það finnst mér svakalegast. Nú hef ég verið svolítið, sko, það ákveðin hluti þessara stjórnmálamanna sem að sitja núna í ríkisstjórn. Þeir töluðu mjög digurbarkalega í stjórnarandstöðu hælisleitendamál. Og mér bara svo minnistætt 2017 þegar Inga Sæland fór af göflunum og sagði að Ísland væri uppselt fyrir hælisleitendum. Það heyrist í gír. Núna 2025, hún í stjórn og það ekki eitt orð. Ekki orð. Það eina sem ég hef séð af henni, það hún var út á Tenerife og sendi sólbrunnin einhver skílópót til einstaklingi. Ég sé hann í einhverjum dans með hinnum 2 drottningunum, sko. Já, það var svona þegar voru að fagna og streiga léttast. En ég hef ekki séð mikið meira. Nei, það nefnilega, þú veist, og maður heyrir fólk sem hefur stutt frá fólksins, mikið af góðu fólki sem að auðvitað í öllum flokkum allt það, en línan, hún gjörsamlega máttlaus. Ég væri ævareiður ef ég hefði stutt flokk fólksins. Ég væri ævareiður ef ég hefði stutt Viðreisn vegna þess að foringi Viðreisnar, Þorgerður Katrín, hún hegðar sér á allt annan hátt heldur en markmið Viðreisnar voru. Já. Hún á allt öðru plani. Já, hún komin einhvert, sko, ég hún bara egótri. Algjört og þessar myndir með herforingjum og öll þessum pælingum og þegar hún hitti Donald Trump einmitt og áður, sko, það var bara búið að rauna yfir hann áður en hann var kosin forseti, þá var hann svona, þetta ógn við heiminn og ýmislegt og hvað gerist, svo hittir hún hann, já, hann nú sjarmur kannski. Þannig að þetta svona sýnir sér bara, Sigfús, hvernig þetta en fólki sem hefur kosið þetta, það lítur að fara að hugsa með sér, hvað í óskupanum þetta það sem ég vil, kannski vil það. Ég held ekki, ég held bara, sko, auðvitað hópur í landinu sem að vill ganga í Evrópusambandið
byggt á þeim misskilningi að þá verði lánið þeirra frábær og allt annað. Það bara misskilningur. Og matvöruverð og annað Það verður raforkan betri og við getum alveg tengt okkur bara við öflugan gjaldmiðil og farið í allt þetta jafnvægi nákvæmlega. sem við ættum að gera. Já. Ok, en við ætlum ekki að fara þangað. Nei. En sko, ég held að sko sögurnar sem ég heyri af, mér langar bara að segja það hér og skammast mín ekkert fyrir það, því að þessar sögur eru það háværar, að Þorgerður Katrín að bora okkur í þessa átt þar sem það er búið að lofa henni einhverju fílabeinsturningan í ESB og mention my words. Innan 2 ára munum sitja þar, hvar sem að við stöndum, en hennar leið er greið. En ég held sé þá að skilja okkur eftir ríkinu. Já, það er bara sko allt er það varðandi orkumálin, þú veist, þetta er það fyrsta sem Evrópusambandi vill, það er þrennt sem þið sækjast í. Það er raforkan, það er sjávarútvegurinn, það er bara staðarind. Útgerðin er átt að sjá því að það hefur verið að höggva svoleiðis í hana, þeir eru búin að missa stuðningsaðilina inn á Alþingi sem hafa haldið þessari umræðu uppi og sérðu nú umræðinu veiðileyfagjöldin og þetta allt saman sem var. Þannig að þetta er með ólíkindum. Og svo er það þriðja. Veistu hvað það er? Nei. Það er vatnið. Já, ég ætla að fara að tala um þetta. Það er nefnilega vatnið. Það er, við sumir segja, sem er dýrar en gull. Já, sko, ég ætla að segja þetta bara við þig, sko, að því að nú eru 2 ölgerðir búin að sækja land í Ölfusi. Já. Já, það er svo gott að hafa verksmiðju í Ölfusi fyrir kók eða appelsín eða, nei, þær eru í Reykjavík nú þegar. Hvað er þá verið að fara að gera? Flytja út vatn? Það er nefnilega málið. Þetta er bara, sko. Og hver nýtur þess? Já, þetta er almenningur. Þetta gerist í Kaliforníu að Nestlé var með lindir og þeir þurrkuðu það upp og það var nú gott dæmi þegar skógareldarnir voru og fylkisstjórinn var nú aldrei skammaði fyrir það þegar slökkvismenn ætluðu að nota brunahanan á ákveðna lindir, þá var allt galtótt. Það var bara þetta bakland bara hvarf og það er vatnið í hvaða mynd sem það er, hvort það er vatn sem þarf að hreinsa eða hvernig sem það er allt saman, þá er þetta svo dýrmætt. Já. Og þetta fyrir Evrópusambandið er vatnið á Íslandi talið hreint og gott og þetta er algjör gullnáma sem að þeir vilja komast í og það er bara verið að gera allt til þess að ganga með þetta og við sjáum líka önnur dæmi sem með laxeldin og svona, við getum farið alveg út úr víða. Heldur þú, Svenni, að þessi vestræni hælisleitenda iðnaður sé í alvörinni ekki til að veikja okkar stóðkerfi? Já, hann er stóðkerfið hrunið. Það er svolítið. Já. Ég hef aldrei verið fyrir samsæriskenningar. Ég hef aldrei getað tekið þátt í samsæriskenningu. Ég hef haldið svona hugsunum mjög fjarri mér. Já. Það eru ekki fjarri mér í dag. Því að mér finnst einhvern veginn eins og allar leiðir liggi í það að við okkur verði ekkert sjálfrátt innan einhvers tíma. Já, sko, ég er alveg sammálaður. Ég er þessi típa sem að, þetta er ekki, sko, við erum margir töluðu COVID og annað, þá svona fauk í mig þegar menn voru að tala um þetta sem svo fer ég að hugsa í dag og ég viðurkenni það alveg, ég skammast mín að hafa látið teyma mig inn í íþróttahús, Laugardalshöll, alveg eins og rollu, sitjandi á bekk og já, skilur hvað við, skjóta í mig sprautuna, af því að ef ég ætlaði að fara erlendis, svo kom ég ljós, ég var aldrei spurður ég fór til Bandaríkjanna, ég man eftir því, ég var þar í fyrir til vinafólks með Engin sem bæði neitt. Engin. Og þegar ég talaði við fólki, mér var sagt ég er að fá sprutu, það er ekki svona hérna. Þannig að ég hugsaði með mig frá hvað ég var plataður. Og í dag hugsa maður, sko, ég held að stjórnvöldum myndi aldrei geta gert þetta í dag, að nota þessa ókunnskiluru, þetta þegar ég ekki sem maður trúði á, nú er þetta komið í ríkisstjórn, skilur, þetta er komið inn á Alþingi, sem einstaklingar, eftir að 2 af þeim, og sko, partíð heldur einhvern veginn áfram, hvað er næst? Sjáðu bara múgsefjunna sem hægt er að búa til. Það er nefnilega málið. Sjáðu bara, fólk beið í röðum fyrir utan Laugardalshöll í skíta kuldavel og það spraut í sig bara eitri sem enginn vissi hvernig virkaði. Ekki leik. Númer 2. Enga til þessar. Það er á því.
grímur. Ég ætlaði að segja en þessar grímur. Ég gæði sem notaði ekki grímur. Mér var vísað út úr búðum hvað eftir annað. Það var horft á mig hornaugum og ég var í stökustu stundu vandræða með að gera eitthvað því að það var alls að loka fyrir annað en grímur. Já. En ég þráaðist við þessu grímur. Ég held ég hafi bara aldrei sett upp grímur. Já. Og ég fór eitthvað í flug á þessum tíma og það átti að vera með grímu. Ég var aldrei með grímu, það stoppaði mig enginn og bannaði mér enginn. Nei. En sko, þarna var bara fólk með helst 2 grímur á andlitinu sko. Já. Við verðum að passa okkur. Við verðum að læra af þessum tíma að við getum ekki látið bjóða okkur á hvað sem er. Það einmitt það sem ég að segja, valdið sem að stjórnmálamenn hafa. Þeir hafa þetta vald og þarna fóru þeir, sko þeir fengur ráð alltaf, en hvað að gerast? Katrín er hérna komin í embætti þarna, Kolbrún Reykfjörð komin í eitthvað embætti. Þú skilur hvað að fara. Maður hugsa með sér í dag og bara vá, hvernig við vorum einhvern veginn plötuð. Það mín skoðun. Við heldum að Bróki væri að vilja okkur vel, en það var að vilja sjálfu sér vel. Já, það nefnilega málið. Þetta er bara svo. Já, það það sem við vorum að hugsa, sko, hver tilgangurinn? En svona rétt að segja frá því, ég man eftir þegar að COVID var sem mest, þá fór ég og ég mun aldrei upplifa það aftur, ég bara veit það, fór ég við Gullfoss og Geysi að ferðast ég á svona ferðabíl, lítinn gamlan svona húsbíl og ég fór og keyrði þarna, var aleinn á svæðinu. Ég keyrði í gegnum Geysi og það kom lögreglubíll eftir mér og lögregla stopp með grímu og hérna ég kem út úr bílnu því að það hefði bilað hjá mér rúðan til þess að skrúa niður og ég stíg út úr bílnu og hann segir stopp, þetta var bara þessi ameríska bíómynd og akkur ekki með grímu? Ég segi grímu, ég er bara einn í bílnu segi ég, já, hvert þetta að fara? Þangað? Já, ekki svona grín neitt, sagði hann. Ég segi, nei, hvaðan kemurðu? Ég var að koma þaðan. Hvaðan kemurðu? Ertu hérna á Suðurlandi? Ég segi, nei, ég kom frá Reykjavík. Þá steig hann svona 2 skref aftur. Reykjavík! Hvað ertu að gera ég? Þú farðu bara tilbaka. Þannig að ég sagði, herðu, mér frjálst að ferðast þetta, segi ég. Þú getur ekkert stöðað með það og hafa með einhver leiðindi. Þannig ég baði hann að kalla bara útivarstjórann. Þannig að hann hætti öllu ströggli og ég fór síðan og fór að hafa Gullfoss og Geysi aleinn. Og þetta er svo stórkostlegt að hafa upplifað þetta, en þó leið sko saga sem maður lærði að bjakkur sko, balli einn í heiminum. Já. Sem betur var í þeirri sögu var þetta draumur, en þetta var staðurinn til okkur. Þannig varst í veruleikanum. Já, veruleikin var svona. En við skoðum þetta myndband, við svona förum aðeins yfir. Sko, mér langar svo aðeins til þess að heyra í þér varðandi það sem hann segir hérna, thank you. Also, please, we need to take over the West quickly so we can live happy life like people in Afghanistan, Syria, Iraq, Yemen, Libya, Somalia og svo framvegis. Hvernig, þú veist, sko, mér finnst alveg dásalegt að fá fólk inn og, þú veist, Arabar gera frábært te til dæmis. Ég man að ég var í Budapest að vinna þar í smá verkefni. Þá fór ég inn á te-stofu, þú veist, það var æðislegt. Og alltaf þegar ég fór til Budapest, þá tek ég mig te á þessu stað. Sætti rólegutum og naut þess og kom síðan að því hvernig þetta var. En hvernig leggst þetta? Hvernig finnst þér þetta? Ég spurði mig spurningar daginn sem ég hafði ekkert spurt mig. Hvers vegna stöndum við í þessari fjölmenningu? Já, hvers vegna þetta? Þetta eiginlega bara svarið við því sem þú spurðir mig og ég svara tilbaka. Hvers vegna stöndum við í þessari fjölmenningu? Hvers vegna þurfum við að blanda landinu? Hvers vegna þurfum við að hafa þjóð innan þjóðarinnar? Það finnst mér svarið við þessari þarna yfirlýsingu að gera vestrið eins og löndin sem þú taldir upp. Það er bara valið. Af hverju hugsum við, þó gerum bara við Íslendingar, ekki svona. Já. Þegar ég byrjaði í þessari baráttu, þá var ég talsmaður Schengen. Ég hugsaði bara að það er svo margt innan Schengen sem við getum gert til þess að stoppa þetta flæði þessa fólk sem ég var fyrst og fremst með í huga við stofnun grúpunar. Í dag maður orðinn miklu víðsýnni
ég meina að við erum komið 80% af lögunum okkar eru tengd ESB og ég segi bara býttu, hvað erum við að gera? Jú, að því að við erum í Schengen þá þurfum við að taka þetta og þetta og þetta upp. Já. Jú, Schengen hjálpar okkur í ýmsu. Ég er bara ekkert frá því að við gætum bara að hjálpa okkur sjálf. Já, sko, en svo verðum við líka átt okkur á því sem að einn góður vinur minn sagði, sem er veitingamaður, hann sagði, sko, ég veit veitingastæði sem eru að fá til sín einstaklinga í vinnu og þeim er borgað alveg skelfileg laun. Við erum að horfa upp á dæmi það sem að, hvað heitir hann, þessi kínverski, var með vegunar útgáfur af rekstri og það er mannsal og ýmislegt í gangi, þannig að maður, sko, ef það er tekið harðar á þessu og þá værum við að horfa fram alltaf aðra staðreyndir og þessi mál í dag. Ef þú borgar ekki einhverju fjölskyldu sem kemur einhvers staðar frá í leit að betra lífi sem ég skil að vissu leiti, að fólk leiti að betra lífi. Ég myndi gera það sjálfur en ég hefði það líf sem að margt af þessu fólki býr við. Já. En leitin að betra lífi þarf ekki að vera þannig að ég borgi fyrir það betra lífið. Ég veit það. Og svo... Þú verður bara að koma þér upp þínu lífi eins og þér er framast und. Já. Og þá segi ég, af hverju erum við að þessu? Já, ég verð að velta það fyrir mér. Ég held að sé svolítið líka inn í þessu að þessi viljandi verið að, sko, við sjáum, ég veit einstakling sem var að sækja íbúð og hún gat fengið 2 herbergja íbúð og leigan var 320.000 á mánuði og þessir einstaklingar eru að keppa við, sko, hælisleitendur sem koma, finna íbúð og það er bara borgað algjörlega. Það er borgað yfir. Já. Það er hringt í fólk og sagt, þetta er alltaf lágt leiguverð sem þú ert að biðja ég skal borga þér þetta. Já. Og það er alltaf byrjið 20-30% harra heldur viðkomandi auglýsti íbúðina á. En þetta er ekki bara einhver út í bæ. Já, þetta er hver. Hver er að ringja og bjóða þetta? Ég er ekki að nefna nöfn. En það er til dæmis aðili á vegum Reykjavíkurborgar. Já, félagsráðgjafar sem Já, það er til dæmis eins og hjá Reykjavíkurborg er nú bara eiginlega ein kona sem hefur staðið þessu innflytjandi sem hefur unnið þetta verk fyrir Reykjavíkurborg. Það er Hafnarfjörður. Öll bæjarfélögin þannig, þau eru kannski, ég get ekki setta bara framan í þau að þau hafi sagt þessi orð, en í vel flestum tilfellum eru þessar íbúðir yfirborgaðar til þess að koma þessum hælisleitendum inn í þær. Það er ekki bara það. Leigan er greidd af sveitarfélaginu. Já, við sjáum auglýsingar það. Ábyrgðin er greidd af sveitarfélaginu. Já. Ég ætla ekki að fullyrða en ég hef séð þegar að hælisleitendur er að flytja inn í íbúð og það kemur flutningabíl og ég spyr hvar fenguðu pening fyrir flutningabílnum. Þegar að síðan er borið inn í íbúðina plasti lögð húsgögn, þá spyr ég mig hvar fenguðu pening fyrir húsgögnunum? Hvar fenguðu pening fyrir íbúðinni? Og svo allt í einu sér maður bíl og maður segir, hvar fenguðu pening fyrir bílnum? Því að í sjálfu sér hafa þau ekki verið að vinna. Já, þetta er nefnilega, sko, þetta er bara ósanngjarnt. Það er bara, við vitum sko, einstaklega, ég nú verið að vinna í ákveðnum hjálparsamtökum og þegar neyðin sko, þú veist, það skiptir engu máli, trúaraðilin eða litarhaft eða neitt, neyð fólks getur orðið svo mikil og þá ber að hjálpa, það er bara þannig. En þegar misnotkunin orðið svona mikil, það er það sem manni svíður mest og þegar maður heyrir svona punkta og sér svona athugasemdir bara we have to take over the West eins fljótt og hægt að þetta er svo mikil brjálæði. Ef við myndum snúið sér við, ef við myndum tala svona, við færum til þess að landa. Þú er bara drepinn á staðnum. Það er sem ég ætla að segja. Það væri búið að drepa. Umburðarlyndi Vesturlanda er að sigra þau. Já, en reyndar eins og núna í Bandaríkjunum, ég sá auglýsingu þar sem að Secretary of Home Defense er að öryggisstjórnin heima, svona Homeland er að kalla. Hún auglýsir því? Já, hún auglýsir sko, ef þú ert ólöglegur innflytjandi, hafðu samband ykkur,
þetta kóðinn, við borgum fyrir því flugið þangað aftur út, við hjálpum þér í öllu, þú sækir aftur, þau fá $1,000 til þess að hjálpa alltaf $1,000 og svo sækir á löglegan hátt. En ef þú ætlar ekki að gera það, þá komum við finnum þig og við sendum þig og þú kemur aldrei til Bandaríkjanna aftur. Þannig að þetta leiðin það sem þeir eru að nota og það eru mjög margir sem hafa komið og eru, starfa þarna úti og hafa komið og eru að fá þessa leið og munu margir fá ríkisborgararétt. Já, klárlega, þetta tekur bara tíma. Já. Þetta er bara ferli. Já, það er bara þessi ólöglegu innflytjendur hafa verið gríðarlega margir og eru að skapa mikið óskunda og annað og en við skulum halda okkur á Íslandi. Já. En þetta akkurat það sem að gerast, sko, þessir einstaklingar að koma til Íslands. Já. Með það markmið að yfirtaka Vesturinn. Það er svo viss. Og þetta svo, sko, nú veit ég að þeir eru allt vitlust. Fyrir 4 mánuðum hefði ég sagt, nákvæmlega sama. Ég hefði, sko, þegar kannski ekki rétt að koma að því hérna, en þegar ég var einn af þessum fór í Skjöldur Íslands, það er alltaf til myndir á okkur í því, okkur saman og þau fórum, sko, athugasemdin sem hafa komið frá, við sem nýnasistar og veit ekki hvað og hvað. Sko, maður læra þessu, en þetta brjálaði á embættisfólki að segja þetta. Já. Nú fáum við mitt að heyra það að við sem að fara gegn útlendingum manna, en hverju ætla þetta fólk að svara þegar við fáum svona að yfirtaka Vesturinn? Þá yfirtaka samfélag okkar, menningu, velferðarkerfið, allt þetta kerfi verður, það á yfirkyrslum. Við erum þegar byrjuð aðlaga allt kerfið að þessu fólki. Já, ég meina við sjáum Verna hvers? Túlkaþjónustan, þetta svaka business, risa business. Það Þeir koma sveittur og einni túlkunin yfir í aðra og seint og sorry og það er bara fólk út allan bæ með túlkaþjónustur. Já, ég var, það var manneski sem hafði samband mig og ég var mjög áræðileg manneski, hún var stödd á læknastofum daginn og á heilsugæslu. Þar komu 2 erlendir aðilarinn, svona arabar, með túlk með sér og þeir þurftu að fá lækni. Og hún spyr hvort konan á ensku, hún gat bara talað ensku þessi manneskja, hvort að það væri búið að panta tíma. Nei, en þá vantar lækni. Er þetta neyðartilfelli? Þá þurfum við að fá sjúkrabíla þarna. Nei, þau þurftum að fá lækni. Tala við lækni. Þá sá hún að fara að panta tíma þetta svona. Og ströggli var svo mikið leiðindi og öskur og læti og þeir æslu sig og voru mjög ósáttir við þetta allt saman og þannig að það var bara næsta skref bara að fara að hringja í lögreglu. Veistu hvernig þetta var leyst? Það kom læknir fram á gangi og tók það fram fyrir alla hina sem voru búin að panta tíma með 2 vikna fyrirvara eða stökkva inn í X mánaða fyrir sumir, og aðrir voru á biðlista og stökku í þetta, fá frí og vinnu og annað. Þetta löbbuður inn, voru leiðindi og læti og fóru fram fyrir. Og ég hugsaði mér, er þetta satt? Já, í öllu þessu ferli sem maður fór að velta þessu fyrir sem fór það ósynlegt fer maður að spyrja, ekki verið að búa til eða eitthvað annað. En þegar þú verður var við hótanirna sem þú færð, skilaboðin og annað, og einmitt þetta so we can live happy life and take the West quickly, þá þetta svo mikið brjálæði. Þetta er raunveruleiki. Þetta er raunveruleiki. Það er svo þeir. En þá fer maður að velta fyrir sér. Hver er lausnin? Hvað eigum við að gera? Þetta er rosa spurning. Hvernig sér þetta fyrir þér? Sko, við erum alveg með lausnina, en við getum ekki framkvæmt hana vegna þess að fólki sem að ræður, sem að þú og ég kusum inn á herruverða Alþingi. Háalþingi, já. Háalþingi. Það vill ekki gera þetta. Það vill ekki, sko, ég held í fram að 70-75% Íslendinga séu harðir á því að það veri tekið á þessum málum. Já, það er fleiri. Klárlega, en þá meina ég harðir á því. Ég held því fram að cirka 10% þeirra í viðbót séu svona á því að það þurfi að gera eitthvað. Þeir eru bara ekki farnir að sjá ljósið. Ég gæti trúa því að þarna úti sé 10-15% hópur af Íslendingum 20 til
60 ára Mhm. sem að virkilega trúir því að við þurfum að lifa í fjölmenningu. Já. Við þurfum að lifa í inngildingu. Já, við höfum heyrt alls konar útgáfur af þessu Þessi ofboðslegu orð. Já, og þetta orðaflaum sem þeir nota sko og að koma inn á þú veist, gaman að prófa öðruvísi mat og við þurfum svona, maður hugsa með sig, vá, hvað þetta er magnað. Hefur keyrt niður Grænlandsveg? Já. Þú getur aldeilis prófað öðruvísi matmaður, en allur arabískur. Já, og ekki nóg með það, heldur þið hafa arabar keypt upp þarna veitingastæðu og annað kallið mig. Alla eiginlega. Já, þetta er bara orðið staðreynd og Það er gamall kínverskur og svo eru það bara Arabía. Já, gamla BK hérna, það er bara Það er orðið í Kurdistæk. Já, það er bara þannig, já. Það er svoleiðis. Þetta gerist náttúrulega við erlendis og öll Sæki veitingageran. Já, og margir einstaklingar erlendis, fyrir ekki þjóðir, hafa verið að stíga á þessa bremsu. Já. Og við höfum öll tækifæri til þess á Íslandi. Já, Við erum 310-20.000 Íslendingar og 70-80.000 erlendir aðilar. Við höfum allt til brunns að bera að snarstoppa, taka í handbremsuna og fara að hugsa, býtu, hvað sögðu þið í þvert á flokkun? Loka landamærunum. Ok, lokum þá landamærunum á þann hátt sem þeim er lokað. Við erum ekkert að fara að skella í lás og setja bara henda lyklinum. Nei. Við erum bara að fara að hafa miklu öflugra eftirlita landamærunum. Já, við erum ekki að tala um þetta streymi sem bara stoppa allt þetta welcoming dót, allan bara, það mega allir koma hérna inn. Það er eftirlit, sko, ef þú kemur í þessi lönd sem eru nú þegar með loku landamæri en eru samt í ESB. Þau eru búin að skanna þessa einstaklinga alla út áður og allt þetta. Hvernig fjárunum getur maður? Það setti kona mér langar að segja þetta. Já. Það setti kona mér mail daginn, hann langar að koma á mótmælin. Og ég segi við hann endilega komdu og hún segi, nei, ég geta ekki vegna þess að maðurinn minn er frá Palestínu og við erum skilin og hann barði mig og dóttur mína í spað í mörg ár. Loksins þegar ég losnaði undan honum, loksins þurfti að hafa mikið fyrir því og mikið gerðist og þá var hann hér á landi og hún fekk nálgunabann á hann. Hann nálgaðist hana samt. Enda með því, einhvern vegna, þá er hann deportaður úr landinu, fjarlægður. Uppgötar það í daginn, þegar hann fer að ásækja hana aftur, að hann er búinn að vera hérna á landinu í mánuð og það nokkur viti hann. Hvað sér? Hvað rekstur og landamæri er þetta? Að menn sem eru fjarlægi hérna geti bara komið hérna inn aftur. Sko, þegar ég fer til Bretlands eða Ameríku, þá þarf ég bara að sýna passportið mitt, ég þarf að sýna, ég er með vísa til Ameríku, þannig ég sýni bara vísað, ég spurður spurninga og ef hann er ekkert ánægð með þær, þá heldur hann áfram að spurja mig. Hér er bara welcome. Þannig að ég segi, hvað er mikið af svona málum sem við heyrum ekki Ég ætla að láta að vita að þetta er alls ekki eina málið. Nei, ég veit að það logar allt hjá mér í alls konar upplýsingum. Já, ég veit að þegar við fórum á stað hérna Skjöldur Íslands, þá við erum að fá ótrúleg skilaboð frá fólki sem er bara kallið eftir hjálp og við bendum alltaf tala við lögregluna og þetta eru svo svaðaleg mál. Þetta er bara svakalegt ofbeldi sem einstaklingar hafa verið teknir bara og barðir fyrir það til dæmis að styðja Ísrael með einhverjum hætti í gegnum starf hjá sér eða eitthvað þannig. Þetta er ef að fólk myndi bara þessir einstaklingar sem verða fyrir þessu, þeir þora engan veginn að stíga fram. Þeir segja bara, ég verð bara drep. Ég dáist að hughreyki fólks eins og þessara konu sem þú eru þó minnst að senda mér message. Já, það er nú málið. Og veistu hvað hún var að biðja í sjálfu sér? Hún var að biðja hvort við myndum ekki örugglega taka upp fundinn svo hún gæti hlusta á ræðu. Já. Og veistu það, þegar ég áttaði mig á því hvað hún var að biðja lítið, það var ekki bara gæsátt. Já, við vorum einmitt að veltaði fyrir, það voru það einstaklingar sem tóku upp ræðunar og nú erum við komið þáttinn og það er fyrir tilstilli fólksins sem hefur stutt okkur og kannski ágætt að minna á það aftur svona sem við byrjum á
að við erum að halda áfram og þetta fyrsti þátturinn okkar, við erum búin að fara yfir rosalega víðan völl og er eitthvað svona loku sem þú vilt koma inn á? Vá, þessu markmaður, við erum bara undir 12 en við eigum fleiri þætti eftir. Já. Nú ætlum við að gera þetta svona 2 í viku að minnsta kosti. Já, við erum bara til okkar gesti og aðra sem að hafa eitthvað eins og sögur að segja. En það er alltaf sama sagan. Það er alltaf þess kannski sem við létum eiginlega ósvarað. Hvað ætlum við að gera til að stoppa þetta? Ég held að við verðum búin að fara nokkur að þætti áður en við getum sagt að allt sem við vissum að við getum stoppað þetta með. Þetta er eitt sem við á Íslandi virðist þurfa að halda mjög fast í og það er að greiða allt fyrir þennan hóp. Við þurfum að borga þeim framfærslu. Hún er mjög há. Já, mjög. Við þurfum að skaffa þeim leigubíla. Við þurfum að skaffa þeim túlka. Við þurfum að skaffa þeim heilbrigðisþjónustu. Við þurfum að skaffa þeim húsnæði. Við þurfum að skaffa þeim tannlæknaþjónustu. Ég þekki fólk sem hefur ekki haft efni á að fara til tannlæknis. Já. Ungar mæður, fráskildar með 2 börn að fara í strætó, annað á leikskóla, hitt í skóla. Já. Þær hafa ekki efni á neinu nema kannski strætóunum. Líð, maður heyrir fólk sem að, þú veist, það þarf að borga leiguna og það hugsa mér sér, nei, ég næ ekki að taka lífin hennar mánuðin. Þú veist, og þetta er Svo fréttur af hælisleitendum í apóteki og þeir eru bara að taka út á Reykjavíkurborg eða ríkið, hvor aðili sem er, ég veit það bara ekki, ég þarf bara auðvitað vill enginn staðfesta þetta. Nei. En þegar að einhver hringir í mig og segir ég var í apótekinu og horfði á þetta og það var bara teknar alla flottustu vörunar í apótekinu. Það var ekki eins og ég hagaup, sko. Og maður heyri að fyrir sko starfsmenn tala það en vilja alls ekki láta hafa eftir sér hvaða apóteku Nei. En svona veist fara og sko þöggun það er málið. Og þess vegna einmitt Sigfús mann þegar ég nefndi við þig sko eftir síðasta mótmælendafund það var merkilegt veður og mikið að vera út allt og blómadagar held ég og aga stemming og ég hugsa mér Sigfús við þurfum að gera eitthvað annað við endum bara eins og fótsparaðatrið við komum að ári þessu verkefnisleiðtogi sem alltaf berjast fyrir því sama og gerist ekki neitt og gerum við þetta þannig og þá erum við einmitt komin í settið og við ætlum að hamra á þessu áfram því að við sko það sem að kom mér mest óvart og ég veit að við höfum talað það þegar við byrjuðum á þessu og þetta er eins og myndin 8mm með Nicolas Cage þú kemst inn í þetta þá þetta er svartara þetta er erfiðara, þetta er ljótara það er það sem kemur mér mest á óvart þetta er svo ég hefði svo gjarnan vilja sjá að það væru einstaklingar að koma þetta inn sem það er verið að hunsa því að þeir eru kannski hjúkrunarfræðimenntaðir en fá ekki réttindin til þess að bakka upp Landspítalann þetta saman og nei, þetta er ekki mikið þannig. Læknarnir og verkfræðingarnir að núti sem hafa verið að streyma hérna til landsins ég skil bara ekkert í því akkur að Landspítalinn í starfsmannavandræði. Ég segi það, hvar eru verkfræðingarnir? Hvar eru læknarnir? Hvar eru hjúkrunarfræðingarnir? Hvar er allt þetta hámenntaða fólk sem að fjölmenningin á að státa af? Já. Ég veit einhverja, þeir sofa í hillunum á veitingastafnum, þeir eru niðurgreiddir, niður í allt þetta. Við verðum að hafa eitthvað kontról. Já. Og núna þegar ég fer að tala, þá byrja ég aftur að verða pirraður. Já, ég tek eftir ég þarf eiginlega að óla þig niður næst. Við ætlum að fara að ljúka þessu og en fyrst og fremst er líka gott að þakka fólkinu sem hefur stutt okkur og hvatt okkur til þess að halda áfram. Já. Og koma okkur á þennast að Mér langar aðeins einmitt að víkja því Svenni, að ég er svo hissa á þessu vegna þess að ég kannski er ég of sjálflægur eða ég veit það ekki. Ég dái svo að þessu fólki sem að senda mér skilaboð og skilaboðin hljóma takk fyrir þitt framlag. Takk fyrir að berjast fyrir mig og okkur. Takk fyrir að berjast fyrir fjölskylduna mín. Já. Og ég hugsa alltaf ég veit það ekki vola dáist ég að því að fólk sko komi að því fólkið þorir ekki að
standa upp og segja þetta, Já. en það sendir þetta til þín Mhm. og það gefur manni svo mikið styrk og allt þetta fólk eins og til dæmis í þessari fjársöfnun okkar til þess að halda þessari grúpa á floti fyrir þessum tækjum sem eru hér að taka okkur upp fyrir lögmönnum sem eru að berjast fyrir okkar hönd Mhm. og fyrir svona almennum rekstri hópsins þó svo að meira þurfi til Já. þá er frábært að fólk skuli leggja sitt af hendi til að svona megi verða. Þetta er náttúrulega allt sjálfboðavinna. Sjálfboðavinna. Við erum einstaklingar sem hjálpa okkur hérna við upptökur og þetta allt saman húsnæði, það eru aðeinslega sem gefa leyfi til þess að vera með það og við settum upp eitthvað skemmtilegt. En svo verða enda á einu það. Ég veit að verður talað það. Að það verður eitthvað stimplað. Jæja. Og ég ætla að vita hvort þú kveikir á því. Hvað er það hérna sem verður umræði núna hérna svona svipað og með krossina og hjá Skildi Íslands? Ég held að hjálmurinn góði hérna. Mann verði mikil umræða. Þennan eftirlíkinga gjörmynd hjálminum hérna sem fannst í Noregi minni mig og ég fekk þennan frá Ameríku, það var einstaklingur sem er járnsmiður sem að smíða þetta og ég keypti þetta og flutti þetta í gegnum eBay og fyrir mörgum árum komin 20 ár síðan og það var rosalega erfitt þá sko að flytja þetta inn og hann ég notaði hann í auglýsingaverkefnum og annað og en ég held að verði nú aldeilis Heldur hann taki umræðina bara frá okkur? Nei, það verður eitthvað sagt maður að notuðu Víking en sko það er svo gaman að við ákveðum aðeins að brjóta þetta upp hérna og við erum að horfa í ræturnar. En mér langar svo að segja við fólkið sem að kemur til með að halda áfram með okkur. Já. Þessi barátta, hún er þess virði. Við erum skyldu að heyja þessa baráttu. Við verðum að gera það. Ef við gerum þetta ekki núna, þá gerir þetta enginn. Þetta eru sko, það er alveg rétt. Það er bara... Við getum bara pakka, ég er að loka bókinni að það. Ég held ég getum það bara gert það eins og talað bara að slökkva ljósin og meðan við það sem að við höfum séð eins og myndböndin og þetta og sem að við erum með önnur myndbönd sem að eru sko talað þetta þá er þetta, eins og þú segir, ef við gerum þetta ekki þá getum við bara sleppt þessu. Já, það er búið að senda mér svona cirka 8 myndbönd þessa efni sem að þú varst að sýna sem ég var ekki búin að sjá og þau ganga öll út af það sama. Hvað það er einfalt að fara til Íslands, hvað við bjóðum upp á mikið og hvað við gerum mikið fyrir þá sem koma. Ég ætla að lefa það eitthvað loka orðin, eitthvað svona lokum. Mér langar að bara segja það við alla þá sem að eru með okkur í þessu enn og aftur. Við verðum að halda áfram. Ef við getum, þá verðum við að láta sjá okkur. Við verðum að láta heyri okkur. Ég skil það fólk sem getur það ekki, en einn daginn mun það geta það líka. Já, þetta eru frábær lokaorð og sem segir einmitt að við erum bara rétt að byrja. Við erum bara rétt að byrja, en við erum búin að ná mjög miklu. Já, þetta er geggjað. Mér finnst þetta meira áttar, ég bara segi takk að koma og ég hlakka til þegar við tökum næsta sessjón. Takk sem leiðsynur. Flott.